7. sept. Jesus Christ, time flies. Ég heima og að bíða eftir að Stulli komi heim af því að við ætlum að fara saman í The Bakery. Mjög random á... Nei, það ekki þriðjudagur, það 5. Ok, mér finnst eitthvað aðeins minna random að fara í Bakery á 5. ég veit ekki af hverju. En já, ég bara búin að eiga svolítið down dag sem að gerist svona í bland þegar maður heima all the time. Ég ekki ennþá komið í vinnu sem að farið að taka mjög mikið á. Mér finnst það erfiðara að vera optimistic einhvern veginn, en þetta kemur í bylgjum. Þú veist, suma daga ég bara, þetta allt í góðu, þú veist, þetta kemur og aðra daga ég smá bara svona, af hverju ég ekki nógu góð fyrir neinn? Ég svona smá þar að það svolítið erfitt að vera búin að mennta sig og vera dugleg í skólanum og svo fer maður ekki í vinnu við það sem maður menntaði sig í, eða þú veist, já. Þetta mjög erfitt situation og ég á góða og slæma daga sem ég held að sé bara nokkuð normal. En ég ákvað áðan ég var að tala um mömmu á Messenger að standa upp og græja mig, fara úr cozy gallanum og í eitthvað aðeins meira presentable. Mála mig, ég líka búin að díla gett mikið við vandamál í húðinni minni. Fór til læknis í gær og ég með eitthvað sem heitir perioral dermatitis. Hérna, kringum munnin. Fekk eitthvað krem og það tekur bæði 4 vikur að sjá mun. Þannig að that's great. Já, eftir ég talaði með mömmu þá ákvað ég bara að, heyrðu, hingað ekki lengra og þú stjórnar því hvernig þér líður upp að vissu marki, þannig að ég bara klæddi mig í föt, málaði mig og nú ætlum við að fara í Bakery. Það skemmtileg helgi framundan, ég að fara á annað Djerf sample sale, Djerf Avenue, með nokkrum íslenskum vinkonum. Þannig að það verður örugglega ógeðslega gaman. Og svo ætlum ég að taka upp svona aðeins frá helginni. Þetta verður svona mjög, held ég, fínn balans af cozy helgi og einhverju social og skemmtilegu. Ég vildi allavega gefa smá update af því að mér finnst þessi smá búin að forðast það að taka upp. Ég eiginlega ekkert að posta samfélagsmiðla því ég bara smá svona... Þessi atvinnuleyti smá bara að taka yfir lífið og ég þarf einhvern veginn núna eins að breathe out og nýta tíman í líka bara að lifa lífinu. Ég held það. En það mega samt allir krossa fingur fyrir mig. Þannig að já, skellum okkur í eitthvað sem heitir Söderbergs Bakery. Smá update af íbúðinni. Veist, ég ekki svona búin að gera almennilega því að núna erum við einhvern veginn svona búin að koma okkur fyrir og þú veist, erum ekki frá að gera neitt meira fyrir íbúðina á næstunni. Þannig að ég ætla að taka ykkur í smá tour. Inn í forstofu, það var þessi skóhilla. En mér langaði að færa hann hingað til þess að vera með eitthvað hér. Við vorum með fatahengi hérna en það meikaði bara ekki alveg sens, þannig að færðum það og þú veist það ennþá eitthvað svona smá út allt. En færðum fatahengi hingað og hilluna sem var inn í stofu hingað fyrir skó. Við erum bara eitthvað svona að prjófa okkur áfram. Ok, hérna horfum við innganginn og hérna þetta, Stulli að chilla. Og skrifstofan hér. Við erum búin að vera sko mjög heppin með baðherbyggi í Stokkhólmi af því þau geta verið alls konar, let me tell you. Þannig að við höfum alltaf verið bara með, alltaf í bæði skiptin, við erum með bara svona mjög modern looking baðherbergi, very nice. Og double spegla skápur, very happy with it. Svo það this bad boy. Okkur vantaði þess að eitthvað fyrir plötuspilarann því hann lá alltaf bara á gólfinu og við vorum alltaf að leita okkur að skenka
flokk en fundum ekkert sem okkur fannst flott. Þannig að Stulli bara að smíða hann. Við erum ennþá svona að fikra okkur áfram hvað við ætlum að hafa í honum, en þetta er svona bráðabirgða. Og já, svo er það bara Le Kitchen sem þið eru búin að sjá og ótrúlega ánægð með þetta sett. Við ætlum svo bara að kaupa okkur fleiri stóla seinna. Þurftum nú aðalega bara 2 núna. Joe að fá mér latte og er núna að fara að kaupa mér regnhlíf af því að þetta gengur ekki alveg og njóta á leiðinni. Perfekt. Alright, ég er komin heim úr Pilates. Ógeðslega skemmtileg tími. Þetta var svona high intensity Pilates sem ég hef ekki pröfað áður. Það hita mér upp ágang frá því í gær. Stulli er að leiðinni heim úr skólanum og okkur langar að baka eitthvað. Það er sko öskur grenjandi rigning úti. Alveg þannig ég þurfti að koma við í búð að kaupa mér regnhlíf á leiðinni heim. Þannig að það er smá bara svona cozy veður bakastemming. Stulli er að fara út í kvöld eða seinnipartinn með skólanum og ég ætla bara að vera heima í kvöld held ég. Af því að svo er alveg dagskrá smá á morgun. En ég ætla að fá mér að borða og svo sjáum við hvort að við bökum eitthvað næs þegar Stulli kemur heim. Hér er ég bara búin að vera að horfa á Grace í Cozy. Var að klára að elda lasagna. Bakaði líka muffins svona af því bara. Þetta lasagna er svo gyrnilegt. Svo er súrdegsbrauð in the making þarna. Þannig að það er búið að vera nóg að gera hjá mér í dag. Já, dag eftir að við komum heim. Fórum í smá afterwork áðan og Stulli er núna með skólafélagunum upp skóla. Nei, einhver staðar. I don't even know. Mér langaði að sýna ykkur, keypti mér eyrnalokka í dag. Ég skrappaði þessi Orlens eftir Pilates og endaði á að labba þaðan út með eyrnalokka. Shit happens. Þeir eru svona. Þeir eru aðeins stærri en ég vanalega fæ mér og þeir eru frá Pilgrim. Ég elska Pilgrim. Ótrúlega fínt merki og á bara rauðarlega góðu verði. Ég er ekki mikið fyrir stóra hoops. Okay. En mér langar að pröfa svona bara basic gilda. I kinda like it. I really like it. Vá, ég bjóst ekki við því. Ég bara horfði á það aftur þegar ég kom heim og var bara, þeir eru alltaf stórir. Nice, þeir eru líka ekki þungir. Yay, I'm happy. Þetta kannski að vera með þá á sambúlseilun á morgun. Ógeðslega spennt fyrir því bæði við. Alright, það er komin laugardagur. Og ég er out of breath. Ég er að labba að hitta stelpurnar á kaffihúsi. Og svo ætlum við að rölta saman á sample sale. Ég er með smá plan en samt ekki. Ég veit hverju ég er að leita að. En já, ég er bara spennt. Þetta var ógeðslega gaman. Þetta er alltaf ógeðslega gaman. Maður finnur alltaf miklu meira en maður heldur, svona ég er mega peppuð. Ég er ógeðslega til í kaffi because I'm tired. Ég vaknaði mjög snemma til að baka súrdegsbrauðið sem ég gerði í gær. Eða sagt já, ég gerði degi í gær og eldaði morgun, bakaði. Þannig að ég er til í smá koffín. Það var ekki til mjólk, þannig ég gat ekki fengið kaffi sem var smá heartbreaking. Já. Hvað er það með mig að labba og tala? Ég verð svo out of breath.
Jæks. En já, ég ætla að fara að fá mér kaffiballa og svo reyni ég að taka upp eins og ég get á sambúlseilinu af því að I failed miserably síðast. Jæja, ég er komin heim af sample sale og þetta er alltaf, já, skemmtilegt. Það fannst mér að það var svona sísta úrvalið á þessu sample sale með við hin tvö sem ég er búin að fara á. Eða bara ég er búin að eignast það mikið frá merkinu að ég tek ekki eftir. Það getur líka verið. En ég keypti mér 2 flíkur, eina svona þykka cable knit peysu sem er búin að langa ógeðslega mikið í og svo eina svona með vaffhálsmáli sem er ógeðslega sæt. En planið í kvöld, eins og sést, er ekki mikið. Við ætlum bara að vera á svefnsófanum í kósí, horfa sjónvarpið. Og svo á morgun er bara eitthvað svona smá reset dagur, taka til og eitthvað svona. Undirbúa nýja viku. Well, hello. Það er sunnudagur. Ég man ekki einu sinni hvort ég er búin að taka eitthvað upp í dag. Ég skil ekki af hverju augabrúnirnar mínar eru svona dökkar. Ég lita þær aldrei. Það eru svona... Það eru örugglega alveg góð 4 ár síðan ég litaði á mér augabrúnirnar og ég set aldrei neitt í þær en það eru lúkkað svo dökkar. Kannski er það því ég er búin að lýsa svolítið á mér hárið. En allavega, ég er búin að vera að taka gett eftir þessu í dag af öllum dögum. En eins og ég segi, það er sunnudagur og Stulli er að spila fótbolta, var greinilega að klára. Oh lord, hvað fékkstu þér að borða? Ekkert. Það er smá svona sunnudagshefð að Stulli spila fótbolta. Hann er í fótboltaliði sem spilar í svona, hvað segir maður, utandeildardeild? Það heitir allavega Korpen. Já, ég veit ekki alveg. Ég veit bara það er ekki í neinni, þú veist, deild, held ég. Anyhow, við erum búin að vera að fara nokkur alltaf á sunnudögum að hvetja þá. En hitt liðið í dag náði ekki í lið, þannig að þeir voru bara eitthvað að spila einir og ég held þeir séu búin að vinna þessa deild. Þannig að ég fór bara hjólaði með Stulla niður dyr og fór svo bara aftur heim. Bara smá svona kósí sunnudags hjólatúr. Og já, við borðum stundum á þessum stað, þú veist, eftir leikinn þá förum við oft saman á stað og fáum okkur, þú veist, bjór eða eitthvað að borða. Þannig að ég er ekki búin að borða neitt í kvöldmat. Já, ég er bara búin að vera aðeins að þrífa, bara svona létt, þurrka af. Ég ætla að ryksuga á morgun, ég nenni ekki núna. Og ætla bara að kveikja á kertum og hafa smá cozy. Ég held ég sé alveg búin að taka upp slatta fyrir þetta vlog og ég held að ég byrja eftir frekar að posta þriðjudögum frekar en sunnudögum af því að ég hef bara ekki verið að hafa tíma helgar til að edita og þá mikla ég þetta fyrir mér og posta ekki. Ég held að þetta verði ekki lengri bili. Ég þori ekki lengur að lofa vlogum hver einstu viku af því að það er svo misjafnt, þú veist, hvað ég er að gera. En já, það kemur aftur nýtt vlog, en hvort það verður í næstu viku eða ekki, það verður að koma í ljós. En allavega, takk kærlega fyrir að horfa á þetta vlog og ekki gleyma að likea og subscribe. Og já, that's pretty much it. See you next time.